Komið þið sæl. Vitni hefur stigið fram í dagsljósið með upplýsingar sem það telur tengjast hinu óupplýsta morði á Gunnari Tryggvasyni leigubílstjóra fyrir 40 árum. Konan segir að sér og bróður sínum hafi verið hótað lífláti ef þau segðu einhvern tíma frá. Morðið á Gunnari Tryggvasyni leigubílstjóra var framið árla fimmtudagsins 18. janúar árið 1968 í bifreið hans við Laugalæk. Morðið hefur sem kunnugt aldrei verið upplýst og talið með fólskulegri glæpum sem framdir hafa verið hér á landi. Þetta var ránmorð en Gunnar var skotinn til bana í hnakkan með skammbyssu og rændur. Fréttaaukinn rifjaði upp málið í einu sinni var í apríl síðastliðnum. Í kjölfarið bárust fregnir af því að kona hefði haft samband við lögreglu vegna málsins með upplýsingar sem ekki hefðu komið fram áður. Konan hefur ekki viljað tjá sig opinberlega þetta mál fyrr en nú og með því skilyrði að hún þekktist ekki. Konan segir að hún hafi verið 11 ára gömul þegar þessir atburðir gerðust árið 1969 og hún og bróðir hennar sem var 2 árum eldri voru ein heima. Móðir þeirra var í óreglu og mikið út á lífinu og talsverður gestagangur á heimilinu. Móðirin þekkti einnig vel þann leigubílstjóra sem hnepptur var í gæsluvarðhald grunaður verknaðinn sem síðar var sýknaður vegna skorts á sönnunargögnum. Bjallan hringir og leynir hringingu og þannig að við vissum að við máttum opna og opnuðum og og maðurinn kom inn og hann var voðalega æstur og og sagðist hafa skotið Gunnar. Og hann sagði það bara sér svona. En þeir vita það ekki og hann tók upp byssu og sýndi okkur hana og veifaði henni framan í okkur og sagði að eitthvað við mættum ekki segja henni frá þessu og sem að við náttúrulega gerðum ekki og fyrir en kannski núna. Og þetta var ekki maðurinn sem var hnepptur í gæsluvarðhald út af málinu? Nei. Þekktirðu hann líka? Já. Og sögðu mömmu eitthvað frá því hvað hefði gerst? Já. En hún hefur ekki látið lögreglum vita eða svoleiðis? Ekki það ég viti. Hún var náttúrulega yfirheyrð í þessu máli. Oft. Og hvað sagði hann við ykkur sem gerði það verkum að þau voru svona hrædd? Hann hótaði okkur ef við segðum einhverjum frá því að hann hefði sagt þetta og sýnt okkur byssuna og hann ætlaði þá bara hreinlega að skjóta okkur. Og hann færi bara létt með það. Og svo svona hálfpartinn eins og mér minnir hlakkaði aðeins í honum því að hann sagði að þetta skipti engu máli vegna þess að hann væri farinn. Og hann sagðist vera að fara til Ástralíu. Fréttaaukinn leitaði til þjóðskrár til þess að kanna hvort einhver með því nafni sem konan telur að maðurinn hafi heitið sem ógnaði þeim systkinum hafi flutt til Ástralíu á þessum tíma. Ekki kom neitt út úr þeirri eftir grænslan. En getur verið að hann hafi verið að gera at í ykkur? Það getur vel verið. Akkur ætti einhver að gera það. Eitthvað að reyna að sýnast vera meira en hann var eða? Þetta mál var náttúrulega mjög mikið í... Já, en þú sér að þetta árið seinna. Ég meina ef að svo þá veit ég ekki hvað manninum hefur gengið til. En þú hefur ekki sagt neinu frá þessu eða öll þessi ár. Hvers vegna ekki? Það er bara sumt sem ég var hrædd. Mér var sagt að segja ekki frá þessu og ég sagði aldrei frá þessu. En svo var það raun og veru þegar þú fórst að sjá gamlar fréttaupptökur af málinu að þú ákvaðst að... Já, ég hef reyndar náttúrulega séð í gegnum tíðina umræðu þetta mál. En ég hef aldrei sagt mínu nánustu frá þessu. Einhvern veginn þetta er bara eitthvað sem ég hef geymt með sjálfum mér, sko.
Þann 7. mars árið 1969, tæpum 14 mánuðum eftir að morðið var framið, fannst byssan í hanskahólfi leigubíls áðurnefnds vinar móður þeirra systkina. En það var eins og áður segir ekki sá maður sem veifaði byssunni og sagði þeim að hann hefði myrt Gunnar. Rannsóknarlögreglan leitaði aðstoðar hjá FBI í Bandaríkjunum og í ljós kom að byssan sem notuð var til að bana Gunnari var sama byssan og fannst í hanskahólfinu og var mjög sjaldgæfrar tegundar. Hvað leiddi þessi rannsókn í ljós, Njörður? Að skothylki sem fannst í bílnum þar sem að Gunnar var einnig var myrtur, það var skotur þessar byssu sem fannst í leigubíl. Hinn grunaði sat í gæsluvarðhaldi í 11 mánuði. Hann neitaði ávallt að hafa myrt Gunnar en hann þótti mjög grunnsamlegur því vitað var að hann hafði stólið byssunni af heimili Jóhannesar á Borg, velunara síns, nokkrum árum áður. Hann var síðan sýknaður af morðinu í sakadómi og Hæstarétti vegna skorts á sönnunum. Hann vildi ekki koma í viðtal við fréttahaukan en ítrekkaði að hann hefði ekki framið verknaðinn. En þetta mál virtist alltaf skjóta upp kollinum aftur. Honum og fjölskyldu hans til mikillar armæðu. Þetta viðtal birtist við mannin í þættinum Sönn íslensk sakamál hér í sjónvarpinu fyrir 10 árum. Nú voru margir sem að sögðu það á sín tíma og jafnvel fólk sem segir enn að það telji að þú hafi verið sekur en að þú hafi bara aldrei játað. Hvað finnst þér þessa afstöðu? Mér finnst þessa afstöðu dálítið fáránleg vegna þess að það ekki hægt ef að maður sekur þá hlýtur hann að brotna undir þessu meðferð sem fram fór á mér. Það kemur ekki annað til. Ég veit að ég saklaus, þá hef ég getað komist í gegnum þetta. Heldur að geti verið að þarna sé maðurinn sem framtíðina verknað og hafi bara reynur sloppið? Ég alveg klárað því, já. Ég alveg klárað því. Það nú reynda þannig að það eru ekkert gríðarlega mörg óupplýst alvarleg mál hér á landi. Þannig að kannski tilefnin eru ekki mörg. En það kemur fyrir að fólk kemur upplýsingar og þá eru það eins og metnar. Bregðist þið einhvern veginn öðruvísi við þegar er að ræða einmitt þessi alvarlegustu mál eins og til dæmis morðið á Gunnari Tryggvasyni? Já, það nú alltaf, þegar málin eru alvarlega þá er meira ástæða til þess að kafa dýpra í allar upplýsingar sem berast þó að séu gömul mál og eins og þetta sem hún vitnar í. En það náttúrulega alveg ljóst að því lengra sem líður frá atviki eða frá máli að upplýsingar berast að því erfiðara verður sönnunarstaðan. Mjög erfið í svona máli sem hefur legið svona lengi óupplýst. En það fyrnist ekki sök eða hvað? Ekki í manndrápsmálum, þá sök fyrnist ekki. Hefur þið farið til lögreglunnar með þetta? Ég tala við lögreglumann, já. Og hvaða viðbrögð fékkstu þar? Hann hringdi í mig einu sinni tilbaka og þar sem ég nefndi nú nafn sem er í minni mínu og einhvern veginn fékk hann það engan veginn til að stemma eða ganga upp. Hann fann ekki... Þessi maður sem þú telur að hafa... Þessi sem kom með byssuna. Og síðan hef ég ekkert heyrt í lögreglumanninn meir, sko. Nú er þetta morðmál óupplýst. Heldur þú að það geti komið fram eitthvað í dag að öllum þessum tíma liðnum sem geti varpað ljósi á málið eða orðið til þess að það upplýsist? Ég vona það. Ég náttúrulega veit það ekki. Kannski breytir þetta engu sem ég að segja. En svona var þetta og